Íþrótta- og tómstundaiðkun barna getur kostað foreldra mörg hundruð þúsund á ári hverju. Það er dæmið sem gengur illa upp fyrir margar fjölskyldur. Það er bara sorglegt að hafa ekki öll börn kostað því að stunda íþróttir og tómstundir. Tollar Bandaríkjaforseta ýta Indverjum í faðm Kínverja og Rússa en leiðtogar ríkjanna funda í Kína. Prófessor í kínverskum fræðum segir miklar breytingar að verða í heiminum. Ummælum þingmanns Miðflokksins stöðu hinsegin fólks í samfélaginu er lýst sem afturhvarfi til fortíðar. Hart hefur verið sótt að honum eftir umræður í Kastljósi í gær. Lóðareigandi sem hefur beðið í 2 áratugi eftir að fá að rífa ónýtt hús á Þórsgötu í Reykjavík sakar borgaryfirvöldum faglega vanhæfni. Hann segir borgina bera ábyrgð á hættunni sem stafar af slíkum húsum. Gott kvöld. Kostnaður foreldra við íþróttir og tómstundir barna getur hlaupið á hundruðum þúsunda á ári. 3 barna móðir í Hafnarfirði segist ekki sjá hvernig dæmið gangi upp fyrir margar fjölskyldur. Hildur Rós á 3 dætur. Sú elsta 13 ára æfir crossfit. 11 ára dótturinnar er í fótbolta og í sérstakri tækniþjálfun og í skátunum. Sú yngsta, 7 ára, æfir einnig fótbolta. Heildarkostnaður fyrir allt þetta ásamt mótskjöldum eru 782.349 krónur á ári eða það sem af er af ári núna. Æfingagjöld og mótskjöld segja ekki alla söguna. Og kaupa nýjar treyjur og dýra skó, þetta er líka bara börn á ákveðnum aldri eru fljótt að stækka þannig að kostnaður við skókaupin verða gríðarlega mikil sko. Bara takkaskór sem við vorum að kaupa daginn, þau voru á 13.900, 2 þannig pör, það er strax komið frekar há uppæð sko. Hvernig gengur að láta þetta bara ganga upp dæmið? Það er alveg sjokk þegar það koma stórar uppæðir og það tekur alveg á, að sjálfsögðu, að greiða háa reikninga, en ég hef það ágætt fjárhagslega, ég get ímyndað mér að segja mikið bras fyrir marga aðra sko. Hildur segist þekkja ófá dæmi að foreldrar þurfi að neita börnum sínum að æfa íþróttir. Foreldrar hafa reyndar í rauninni beina börnum sínum í eitthvað annað eða í rauninni bara fagna þeir líka við þegar þau hætta í kostnaðarsömum íþróttum. Í staðinn fyrir að hvetja þau áfram til þess að halda áfram sko. Hvernig horfir það við bara þegar þú ert búin að taka þetta svona saman og sjá þessar tölur? Fyrsta hugsun sko, ég vissi alltaf svona sirka. Ég er kannski ekki upp á krónu og aur, en fyrsta sem kom upp í huga mér var bara guð minn góður, hvernig fara einstæðir foreldrar sem eru bara í láglauna eða millitekjuhópi. Þetta, ég get ekki séð hvernig dæmi getur gengið upp fyrir mjög margar fjölskyldur og það er bara sorglegt að hafa ekki öll börn kostað því að stunda íþróttir og tómstundir. Sveitarfélög greiða flest frístundastyrki fyrir íþróttir og tómstundir en þeir eru misháir og duga oft skammt. Sem dæmi er styrkurinn 75.000 krónur á ári í Reykjavík. Í Hafnarfirði er greitt mánaðarlega 4.750 á mánuði, mest 57.000 krónur á ári. Það er ekki greitt fyrir mánuði þegar íþrótt er ekki iðkuð. Styrkurinn er 45.000 krónur á ári í Reykjanesbæ og á Akureyri 55.000 krónur á ári. Í Múlaþingi er upphæðin 35.000 krónur á ári. Tökum fleiri raunverulegt dæmi. Fjölskylda í Hafnarfirði með 4 börn. 5 ára stelpa sem æfir fimleika og fótbolta. Fótboltinn kostar 88.000 fyrir árið og fimleikarnir 156.000. Æfingagjöldin eru því 244.000 á ári. 10 ára tvíburar sem bæði æfa fótbolta og handbolta. Fótboltinn kostar 175.000 á ári fyrir hvort og handboltinn 118.000 á mann. Stelpan er aukalega í tækniþjálfun með fótboltanum sem kostar 154.000 krónur á ári. Æfingagjöld tvíburana eru því 740.000 krónur. Elsta barnið unglingsdrengur stundar gítarnám. Kostnaður með það er rúmlega 123.000 á ári. Samanlagður kostnaður við íþróttir og tómstundir barnanna er því rúmlega 1,1 milljón á ári hverju. Hér er svo annað dæmi fjölskyldu úr Reykjavík með 3 börn, það yngsta er enn ekki komið í tómstundir. 15 ára stúlka æfir klifur 174.000 fyrir árið. Hún æfir líka á trommur sem kosta 280.000 á ári. Svo er hún í skátunum og það kostar 104.000.
9 ára systir hennar æfir handbolta og dans. Handboltinn kostar 110.000 fyrir árið og dansinn 120.000. Fyrir íþróttir og tómstundir systranna greiða foreldrarnir því 788.000 á ári. Í þessum dæmum annar kostnaður ekki tekin inn í myndina, svo sem mót, fatnaður, búnaður, hljóðfæri og fleira. Sá kostnaður getur hlaupið á tugum ef ekki hundruðum þúsunda. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, velkomin. Þetta nú varla á færi allra? Nei, þetta ekki á færi allra. Og við hjá embættinu við fáum reglulega ábendingar og fyrirspurnir þetta. Og við heyrum þetta líka mjög mikið hjá börnunum sjálfum. Við höldum barnaþing annað ár og þar hefur þetta verið rætt mjög mikið af börnunum. Þau hafa miklar áhyggjur af þessu. Og það eru líka vísbendingar sem við höfum fengið bæði frá börnum og heyrum af því að þau eru meðvituð hana kostnað. Þannig að það er mjög líklegt að börn sem eru frá efnaminni heimilum bara lýsið ekki yfir að þau langi til að fara í íþróttir eða í annað tómstundastarf vegna þess að þau vita að það er of dýrt og það tekur of mikið í heimilisbókhaldið. Þannig að þetta er alveg klárlega verið að, hvað skulum við segja, mismuna börnum. Það eru fjölmörg börn sem ekki geta stundað þessar íþróttagreinar eða annað tómstundastarf og tónlist og annað listar til dæmis, þetta kostar mikið. Já, en vitum við hversu algengt það er til eitthvað yfirlit eða eitthvað slíkt? Ég er nú ekki með það alveg yfirlit þetta en auðvitað hefur verið miklar rannsóknir á þeim hópum sem eru efnaminni. Við vitum að börn með erlendan bakgrunn þau sækja mun minna í íþróttastarf heldur en önnur börn. Þannig að við vitum að það eru hópar sem eru ekki að skila sér inn í starfið og ég myndi segja að það eru efnaminni börn sérstaklega eða sérst frá efnaminni heimilum og það eru börn af erlendum bakgrunni og það eru líka, svo eru fötluð börn líka sem eru það eru ýmsar aðgangshindranir fyrir fötluð börn að sækja íþróttir. Gætu sveitarfélögin gert eitthvað betur, staðið sig betur til þess að tryggja jafnt aðgengi barna að tómstundum? Já, við þurfum allavega að finna leiðir til þess að jafna þetta milli hópa og sveitarfélögin eru eins og þið voru að sýna hérna áðan að það eru mismunandi hvað sveitarfélögin gera. Það líka svo margs konar kostnaður sem foreldrar standa frammi fyrir. Það eru líka sumarnámskeið og það hægt að nýta þessi tómstundastyrki í það. Líka, eins og var líka verið að nefna hérna að þessi kostnaður svo mikill, það ekki bara íþróttagjöldin, það svo margt annað sem tengist. Það eru búningar og það eru mótkostnaður og keppnisferðir og svo framvegis og það eru við höfum heyrt það til dæmis að frá víða landinu að til dæmis börn frá Egilsstöðum eða Austfjörðum, þau þurfa að fara langan veg til ef þau eru í keppnisgreinum og ætla að fara á mót í bænum eða í kringum á Suðvesturhorninu. Og þetta er auðvitað mikil fyrirhöfn og mikil kostnaður fyrir heimilin. Akkurat. Þakka fyrir þetta, Salvör. Takk fyrir. Og við förum út í heim. Björgunarsveitir og íbúar leita enn í kappi við tímann í rústum húsa sem hrundu í einu mannskæðasta jarðskjálfta í seinni tíð í Afganistan. Annar jarðskjálfti reið yfir í dag, 5,2 að stærð á svipuðum slóðum. Stöðugir eftirskjálftar hafa fylgt í kjölfarið en þeir hafa ekki valdið dauðsföllum. Staðfest að yfir 1400 manns hafi farist í jarðskjálftanum í gær og rúmlega 3000 slasast. بیګا پاوکم 12 بجې زلزلہ شروع شوې ده زموږ د کور دوه غړي چې دي شهیدان شوي دي او کورونه ټول ډنګ شوي دي او کور کې داسې د عصري ځای نشته چې موږ پکې کېنو زموږ سرپناه ته ضرورت دی زموږ چې دی زموږ هر څه ته ضرورت دی د چارواکو نه مننه د امارت نه مننه د مؤسساتو نه مننه یو جهان مننه چې دوی وډاله او زموږ سره همکاري وکړي. These are mud and wooden roof structures. So when the walls collapse, the roof is what basically falls on individuals, kills them or suffocates them. So it's low density, but since this happened in the night, everybody was sleeping. So I think it's going to be much higher. And when we said hundreds of thousands impacted, as in houses destroyed, injured, casualties, livestock lost. 30 starfsmönnum kísilverksmiðju PCC á Bakka við Húsavík hefur verið sagt upp. Í júlí var 80 starfsmönnum kísilverksmiðjunnar sagt upp eftir að framleiðslan var stöðvuð.
Eftir þessar viðbótar uppsagnir starfa einungis 18 manns hjá fyrirtækinu. Í tilkynningu segir að ákvörðun uppsagnirnar sé tekin í kjölfar niðurstöðu Evrópusambandsins að ekki verði settir verndartollar á kísilmálmi í Evrópu sem gerir markaðinn afar viðkvæman fyrir ódýrum kísilmálmi sem framleiddur í Kína. Áform eru að endurreisa rekstur verksmiðjunnar þegar aðstæður á markaði leyfa. Leiðtogar ríkja þar sem þriðjungur íbúa jarðar býr hafa síðustu daga þéttar aðeirnar á leiðtogafundi í Kína. Prófessor í kínverskum fræðum segir stórar breytingar að eiga sér stað í heimsmálunum. Leiðtogar Kína, Rússlands, Indlands og fleiri ríkja sem tilheyra Shanghai ríkjavettvanginum hafa síðustu daga fundað stíft í borginni Tianjin í norðurhluta Kína. Mjög líklega þessi fundur haldinn núna vegna þess að á morgun 3. september og þá eru 80 ár síðan seinni heimsstyrjöldinni lauk í Austur-Asíu með uppgjöf Japana. Ríkin sem standa að fundinum hafa litið svo á að Bandaríkin séu með of mikil völd í heiminum. Og þessi lönd sérstaklega vilja breyta því fyrirkomulagi þannig að það séu þá margir pólar og ekki bara þessi eini. Þannig að þeir líta svo á að það sé sanngjarnara fyrirkomulag í heiminum. Og eitthvað fá þessar fjölmennustu þjóðir heims út úr samstarfinu. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, kemur að einhver leyti vængbrotin inn á fundin. En maður setur þetta svona smá spurningamerki við þessa tímasetningu hjá Trump að skella þessum háu tollum á Indverja örfáum dögum áður en hann að fara til fundar við Xi Jinping og Vladimir Putin og fleiri leiðtoga. Þarna vísar Geir til 50% tolla sem Trump setti á innflutningsvörur frá Indlandi að eigin sögn til að refsa Indverjum fyrir olíukaupa af Rússum. Af því að maður sér ekki annað en að þetta væri svona helst til þess fallið að þjappa Indlandi meira svona inn í þeirra faðm, svo má segja. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, и я, и вся российская делегация, мы рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Rússar leitast eftir stuðningi eftir að hafa einangrast mikið eftir stríðið í Úkraínu. Kínverjar eru leiðandi í samstarfinu og hafa líklega mest upp úr fundinum að mati Geirs. Hins vegar eru Rússar náttúrulega að fá mjög svona augljósan stuðning við sín mál sem eru að öðru leyti fordæmd af Vesturlandabúum. Hann segir breytingar í farvatninu. En ég held að við séum tvímælalaust að horfa fram á tíma þar sem að valda hlutföllin í heiminum eru allt önnur en þau sem að við vöndumst til dæmis á 10. áratugnum, 10. áratug síðustu aldar. Að það eru stórar og mikla breytingar eiga sér stað. Þingmaður Miðflokksins hefur sætt harðri gagnrýni eftir Kastljós í gær þar sem rætt var bakslag í baráttu hinsegin fólks. Ráðherra vill að Alþingi bregðist við. Mér bara bregður pínlítið að sjá þingmann tala með þessum hætti. Með hvað hætti? Með þessum hætti þar sem að þú talar hugmyndafræði til dæmis, sem eru orðalag. Það er engin hugmyndafræði að vilja fá að vera í friði með það og fá að njóta sömu réttinda og allir aðrir. Það er mannréttindabaráttu. Ég meina sko það er auðvitað hugmyndafræði að því marki að ég myndi segja að það væri líklega meirihluta tilfinning fólks að kynin séu í grunninn 2, að flesti kannast við þessi 2 kyn. Það er ákveðnar hugmyndir að þú geti verið hvorugt eða bæði eða af fjölda annarra kynja. Ég veit ekki hvað maður á þá að segja ef maður er spurður. Eru til fleiri en 2 kyn? En þetta er samt ekki... Nei, og ef ég spurði, hvað ég þá að segja? Á ég þá að ljúga? Þátturinn hefur kallað fram sterk viðbrögð og fjölmargir blandaði sér í umræðuna. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, er á meðal þeirra sem tjá sig. Hún segir að fortíðina hafa blasað við í þættinum og vill að Alþingi og ríkisstjórnin spyrni við fótum. Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, segir þingmanninn reyna að upphefja sjálfan sig á kostnað annara. Framsóknarflokkurinn tók málið upp á borgarstjórnarfundi í dag og fór fram á að borgin lýsti yfir harmi vegna ummælana. Samþykkt var að fordæma hverskins fordóma og mismunun. Þá sendi Transteymi barna á Landspítalanum frá sér yfirlýsingu þar sem segir að orðræðan sé meiðandi. Fjölmiðlar og stjórnmálafólk eru beðin að taka umræðunni alvarlega. Hún þurfi að byggja á virðingu fyrir raunverulegu lífi þeirra sem umræði en fari ekki út í að rökræða tilvistarrétt fólks.
Sema Erla Serdar segir á Facebook að verið sé að ala á ótta og sundrungum meðal þjóðfélagshópa sem á sama tíma sé ein auðveldasta og hættulegasta leiðin að völdum. Sóley Tómasdóttir deilir færslunni og skrifar fleiri til. Hún segir að Snorra hafa farið fram með hryllilegum yfirgangi. Sóley og Snorri eru systkinabörn. Regnbogafáninn var dregin að húni til að mynda hjá Borgarholtsskóla og menntaskólanum við Hamrahlíð í dag til stuðnings hinsegin samfélaginu. Hvorki formaður Miðflokksins né þingflokksformaður hafa svarað fyrirspurnum Fréttastofu í dag. María Heimisdóttir landlæknir, velkomin. Þú skrifaðir pistil í dag þar sem að þú útskýrir að mannréttindi hinsegin fólks eru ekki bara réttlætismál, heldur líka heilbrigðismál. Hvað áttu við með því? Já, það sem ég á við það að þegar að mannréttindi er ekki virt, eins og það að ákveðnir hópar séu til, að þá erum við að jaðarsetja fólk og jaðarsett fólk að það bæði upplifir kvíða, ótta, áhyggjur, þunglindishugsanir, jafnvel sjálfsvígshugsanir og það á þá erfiðara með að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Og það er eitthvað sem að við hjá embætti landlæknis getum ekki horft framhjá ef að stöðu fólks er ógnað með þeim hætti að það getur ógnað tækifæri þess til þess að upplifa sína bestu heilsu og sækja sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Finnst þér umræðan sem slík vera þess eðlis að fólk upplifi þá þessa fordóma og sækir sér ekki heilbrigðisþjónustu þess vegna? Já, það er nú þannig að mannkynið er nú sem betur fer dásamlegt litróf og við erum öll ólík og hinseginleiki er hluti af þessu litrófi eins og margir aðrir eiginleikar sem við búum öll yfir. Og við hjá embætti landlæknis okkar megin markmið og skylda er að tryggja að stuðla að sem bestri heilbrigðisþjónustu og sem bestri heilsu fyrir alla og þá verðum við að huga að því hvort að það er í gangi einhver umræða sem í rauninni kannski varpar ekki réttu ljósi á heilbrigðistengd málefni. Og þetta er ekkert eina tilvikið þar sem að við höfum svona reynt að skýra aðeins hvað það er sem að snýra að heilsu fyrir mismunandi hópa. En er þá rétt að bregðast við með því að hætta að tala um þetta eða hvernig er rétt að bregðast við? Ég held að við eigum bara að tala um þetta eða sem sagt heilbrigðismál þessa tiltekna hóps eins og við tölum almennt heilbrigðismál að við eigum að tala út frá vísindum, sannreyndum gögnum, þekkingu sérfræðinga og ef við fylgjum því að þá erum við bara í nokkuð góðum málum held ég, en það er ekki álitamál hvort að tilteknir eiginleikar eru til staðar hjá fólki. Takk fyrir þetta, María Heimisdóttir. Lóðareigandi sakar borgaryfirvöldum duttlunga þegar kemur að því að leyfa niðurrif á ónýtum húsum í Reykjavík. Hann segir að borgarfulltrúa og þá sem sjá skipulagsmál skorti faglega hæfni. Þórsgata 6 er eitt þessara ónýtu húsa hér í miðborginni og er mikið lýti hér í hverfinu. Eigandinn hefur hins vegar beðið í 19 ár eftir að fá að rífa húsið og byggja hér nýtt og átt allan þennan tíma í samskiptum við borgina án þess að gengið hefur né rekið. Þetta er eitt af 20 húsum sem íbúar í miðborginni segjast hafa hættu af vegna vanrækslu eins og Fréttastofa fjallaði fyrir helgi. Eigandi Þórsgötu lagði fram fyrstu teikningu að nýju húsi til borgarinnar árið 2006. Hann hefur síðan lagt fram 3 aðrar og hefur minnkað bygginguna 50% frá fyrstu hugmynd. Við hver stjórnarskipti koma nýjir að borði með nýja sýn og hann segir að honum sé gert að fara eftir duttlungum þess sem hann talar við í hvert sinn. Hjálmar Svensson sagði við maður var svolítið þreyttur á þessu, þá sagði við mig, voru bara kveiki helvíti í skofanum. Láta hann bara brenna, þá var málið leyst. Og ég var mjög hissa á þessu, við vorum á fundi hjá borginni, ég var með lögfræðing með mér. Svo var það Margrét Þormar, 2013, þá segir hún við mig, ég ætla að tefja þetta mál, húsið er byggt 1920, það verður friðað 2020, það voru 100 ára friður, ég ætla að tefja þetta, þannig að þetta verður friðað, þú fær aldrei að byggja það. Minjavernd var þó á öðru máli. Hún úrskurðaði húsið ónýtt árið 2021 og gaf leyfi til niðurrifs. Þrátt fyrir það gekk Guðmundi ekkert að semja við borgina.
Íbúar í hverfinu segja húsið stórhættulegt og þá hefur hústökufólk hreiðrað sig í því. Guðmundur óskar eftir leiðbeiningu frá borginni svo hægt verði að klára teikningar sem sátt ríkir Sérðu einhverja lausn í sjónmáli núna? Já, ekki nema að borgin farin, nú horfa þeir örugglega á þetta viðtal og ég vona að þeir fara að kalla mig á fund og reyna að klára þetta mál. Ég vona það. Það er best fyrir alla, bæði fyrir borgina og fyrir nágranna og fyrir mig. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir mikilvægt að finna lausnir með eigendum og lóðahöfum. Þeim í mörgum tilfellum ekki mögulegt að uppfylla kröfur borgarinnar. Þetta er auðvitað vandi sem hefur verið þekktur lengi og í mjög mörgum tilfellum að ræða aðila verktaka sem hafa keypt lóðir og haft hug á því að byggja upp á lóðunum eða gera einhverjar endurbætur en svona lent á vegg í samskiptum við borgina, hvað varðar leyfisveitingar. Og auðvitað kann það vera í einhverjum tilfellum að menn hafa ætlað sér of mikið byggingamagn eða byggingar sem ekki hæfa lóð á þessum stað. En hins vegar auðvitað komin svo tími að borgin verður að fara á stað með þetta samtal og leita lausna og leiða með eigendum þessara húsa og þessara lóða. Þarna finnst mér bara að klaga upp á borgina að taka upp þetta samtal við lóðarhafa og leita lausna og auðvitað það mjög oft þannig að borgin setur uppbyggingaraðilum mjög þrönga og erfiða ramma sem ekkert hægt að vinna í kringum. Borgarstjóri segir koma til greina að beita viðurlögum. Reykjavík eigi að vera borg sem fólk sé stolt af og þar sem öryggi íbúa sé tryggt. Þessi meirihluti sem núna í borginni, við höfum verið að skoða bæði þetta, af hverju hús fá að standa svona lengi, hvort það eru einhver lög sem að gera okkur kleift að grípa inn í það og krefjast úrbóta eða fara í úrbætur. Vissulega er þetta allt hús sem einhver annar áheldur en borgin. En við erum líka bara að hugsa lóðir sem við höfum úthlutað fyrir langa löngu og á að fara einhver ákveðin uppbygging í. Getum við í samvinnu við það fólk sem þó ekki farið með uppbygginguna af stað, endurkalla þær og úthlutað aftur. Ég held að íbúar vilja sjá uppbyggingu og vilja sjá fallegt umhverfi og þetta hluti af því og auðvitað líka öryggisþættirnir eins og kom inn daginn. Þannig að við erum algjörlega að skoða þetta allt saman. Mennta- og barnamálaráðherra hyggst samræma reglur notkun snjalltækja í grunnskólum land allt. Einkasímar verða bannaðir á skólatíma en snjalltæki verða þó áfram hluti af námi barnanna. Það stefnir á þegar við munum leggja þetta fram frumvarp í október og þar erum við að styrkja reglugerðar heimildir notkun snjalltækja. Ráðuneytið telur að í dag banni helmingur grunnskóla í landinu notkun enga snjalltækja á skólatíma. Í kvöldfréttum í gær var fjallað snjalltæki barna og þá áskorun sem þeim hefur fylgt í skólakerfinu. Fleiri og fleiri skólar fara þá leið að læsa síma barnanna inn í skápum að morgni. Það hefur gefið góða raun í skólum á Akureyri en þar í bæ var ákveðið að samræma verklag í öllum grunnskólum bæjarins. Ráðherra tekur undir að það þurfi að skýra verklag landið allt og samræma, svo það sé ekki í höndum hvers skóla eða sveitarfélags að setja sér stefnu þessi mál. Við þurfum bara bæði að fá börnin með okkur og foreldrarna og ég tel í samstarfi líka við forsetann. Við ætlum að reyna að fá alla til að sjá það að þetta er bara mjög gott mál að stoppa þessa notkun eða að sjá til þess að snjalltækin séu notuð á réttum tíma og að við séum ekki með bara frjálst flæði í skólum vegna þess að þetta er að trufla. Og síðan verðum við líka að passa okkur á að setja reglugerð þau börn sem þurfa á þessum snjalltækjum að halda til að mennta sig. Aðsókn bæði göngufólks og tjaldgesta hefur aukist töluvert frá síðasta sumri í Básum í Goðalandi á Þórsmerkursvæðinu. Staðarhaldari í Básum þakkar veðurseldinni í sumar og því að árnar hafi að mestu verið til friðs. Við gátum byrja fyrr því að í maí fengum við æðislegt veður og nú erum við komin í 2.-3. september og það er ennþá æðislegt veður. Það er greinilega mjög vinsælt að fara bæði Fimmvörðuháls og Laugaveginn. Og maður heyri það er svona í tískupínu held ég, sem er bara gott og því þetta er skemmtileg leið og góð gönguleið, það er bara þannig. Og eru allir vel búnir? Lang flestir eru rosa vel búnir, en það er alltaf ykkur eins og við fengum símtal í dag og við vorum spurðaði hvort það væri hægt að komast inn í Bása á Toyota Yaris. Og það eru sumir sem fara bara á stuttbuxum og sléttbandna skóm. Það er alltaf ykkur sem er ekki alveg með þetta á hreinu, en lang flestir.
Bergsteinn, hvað ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala íslenska glugga, nánar tiltekið íslenska gluggaframleiðendur sem óttast að stjórnvöld séu að ganga af greininni dauðri. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun það hefur sett markaðsbann á gluggaframleiðendur nema það geti sýnt fram á CE-merkingar á gluggunum. Nema vandinn sá að það engin aðili á Íslandi sem býður upp á slíka vottun. Það getur bæði dýrt og tímafrekt að senda glugga út til vottunar, kostar margar milljónir og margir sem furða sig á þessari stöðu. Við ætlum að fara yfir þetta á eftir og fáum vonandi svör frá fulltrúa HMS þetta. Síðan ætlum við að fjalla þættina Hatur sem hefja göngu sínar hér á RÚV í kvöld en þeir fjalla bakslag sem hefur orðið í réttindabaráttu minnihlutahópa. Takk fyrir þetta. Við ætlum að líta til veðurs. Það norðaustanátt í kortunum fyrir morgundaginn með rigningu á köflum norðan og austanlands en suðvestan og vestanlands verður öllu bjartara yfir, þótt einhverja skúra kunna geta síðdegis. Hitatölur munu slaga í 18 stig á suðvesturhorni landsins en verða í kringum 10 stig á norður- og austurlandi. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fyrir nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta spilaði sinn 4. leik á EM í dag. Liðið mætti Slóveníu með stórstjörnuna Luka Doncic innan borðs. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta undirbýr sig nú fyrir fyrstu leikin í undankeppni HM. Við hittum nýliðan Gísla Gottskálk Þórðarsson. Og fjallahjólakeppnin The Rift kláraðist á sunnudaginn þar sem keppendur allstaðar að úr heiminum hjóluðu upp og niður Norðurlandi yfir 5 daga. Íþróttir hér eftir augnablik. Og þá eigum við bara eftir að renna yfir það sem var helst í þessu fréttatíma. Íþrótta- og tómstundaiðkun barna getur kostað foreldra mörg 100.000 á ári hverju. Það er dæmi sem gengur illa upp fyrir margar fjölskyldur. Þetta klárlega verið að mismuna börnum. Tollar Bandaríkjaforseta ýta Indverjum í faðm Kínverja og Rússa en leiðtogaríkjanna funda í Kína. Prófessor í kínversku fræðum segir miklar breytingar að verða í heiminum. Ummælum þingmanns Miðflokksins stöðu hinsegin fólks í samfélaginu er lýst sem afturhvarfi til fortíðar. Hart hefur verið sótt að honum eftir umræður í Kastljósi í gær. Lóðareigandi sem hefur beðið í 2 áratugi eftir að fá að rífa ónýtt hús á Þórsgötu í Reykjavík sakar borgaryfirvöldum faglega vanhæfni. Hann segir borgina bera ábyrgð á hættunni sem stafar af slíkum húsum. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Fréttastofa RÚV með vakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hatur. Nýir íslenskir heimildaþættir upphaf hatursorðræðu á Íslandi og bakslagið sem orðið hefur í baráttu ýmissa minnihlutahópa á síðustu missurum. Rætt við sérfræðinga og fólk sem hefur orðið fyrir barðinu á hatursorðræðu, auk þess sem ljósi varpað á þátt samfélagsmiðla. 7. boðorðið, The Sixth Commandment. Breskir sakamálaþættir byggðir á sönnum atburðum.